Já, mikilvægt að lofa Guðs með öllu sem við gerum, bara orðum og bara allt okkar daglega líf. En núna ætlum við að syngja annan sálm, númer 192. Guðs orð er farið komið. Já, Guðs orð er mikilvægt og við þurfum að, eins og við borðum mat, við þurfum að borða það líka hverjum degi og næra okkur með hans orð og hans visku. Núna ætla ég að lesa reikningavers, eigum ekki að standa. Reikningavers getum fundið það í Jóhannes Guðspjall, 7. kafla,
frá 40, Sámur 40 til 51 og segir: Þá sögðu nokkrir úr mannfjöldanum sem hlýddu þessi orð: Þessi er sannarlega spámaðurinn. Aðrir mæltu: Hann er Kristur, en sumir sögðu: Mundi Kristur þá koma frá Galileu? Hefur ekki ritningin sagt að Kristur komi að kyni Davíðs og frá Betlehem, þorpinu þar sem Davíð var? Þannig greindi menn á hann. Nokkrir þeirra vildu grípa hann, en svo lagði enginn hendur á hann. Nú komu þjónarnir til æðstu prestanna og faríseanna sem sögðu við þá: Hvers vegna komuð þið ekki með hann? Þjónarnir svöruðu: Aldrei hefur nokkur maður talað þannig. Þá sögðu farísearnir: Létu þið þá einnig leiðast afvega? Ætli nokkur af höfðingjum hafi farið að trúa á hann eða þá af faríseum? Þessi almúgi sem veit ekkert í lögmálinu, hann er bölvaður. Nikodémus sem kom til hans fyrrum og var ein af þeim, segir við þá: Mundi lögmál okkar dæma mann nema hann sé yfirheyrður áður, og að því komst hvað hann hefur afhafist? Þeir svöruðu honum: Ert þú nú líka frá Galileu? Gáðu að og sjáðu að enginn spámaður kemur úr Galileu. Við skulum biðja. Kæri Guð, takk fyrir að við erum hér saman. Takk fyrir þín orð. Takk fyrir að þú sendir þín sonur til að deyja fyrir okkur og gefa okkur eilíft líf og fyrirgefningu og allt sem þú vildir að við myndum hafa frá byrjunin. Ég bið þig að fyrirgefa okkur okkar syndir gegn þér og gegn öðrum og hjálpa okkur að vera betri og líkari Jesú á hverjum degi. Send okkur þín heilagur andi til að vera með okkur í dag og opna augu okkar og hjarta okkar fyrir þig. Í Jesú nafni. Amen. Já, eigum ekki að syngja eitt sálm í viðbót. Þá ætlum að syngja sálminn 102.
Já, núna ætlum við að taka upp gjafir og eins og þið vitið, ef þið eins og ég sem geng ekki með klink, þarna bankareikningur og kennitala sem þið getið líka lagt inn á eins og við gerðum í COVID. Skulum byrja. Kæri Guð, þú sem ert á himni, takk fyrir þessa gjafir, takk fyrir að þú hefur séð okkur frá því að við fæddumst og áður en við fæddumst. Takk fyrir að þú hefur gefið okkur heilsuna til að geta unnið og takk fyrir að þú átt allt og þú gefur okkur allt sem við þurfum og meira. Ég bið þig að hjálpa ykkur að nota þína gjafir vel og nýta þær vel og blessa aðra á leiðinni. Í Jesú nafni. Amen. Já. Núna ætlum við að syngja barnasálm sem númer 76. Ásta faðir himna hæða. Himinn hæða. Börnin. Ég sé að það mörg börn hérna, bæði lítil og stór. Viljið ekki koma fram og fá ykkur sæti hérna fremst til að hlusta á söguna sem Birkir hér fyrir okkur? Gerðu svo vel, Birkir. Takk. Þetta hérna. Tómas, má ég fá fyrstu glæruna? Halló krakkar, gaman að sjá ykkur. Hvað segir þið gott í dag? Gaman að sjá
svona marga krakka. Ekki ein önnur glæra, maður sjá næsta. Og undan. Hessi. This man here we're gonna tell a story about. Það að þýða? Já. Ok. Sjáu þið þennan mann? Do you see this man? Hann heitir Nick Vujicic. His name is Mick Vujicic. Og hann Ástrali, hann býr í Bandaríkjunum. He is from Australia but lives in the United States. En eins og þið sjáu, þá hann ekki alveg svona vennilegur eins og við, það vantar eitthvað ekki. But as you see, he's not normal like us. There's something missing. Hendur og fætur, armleggi Hands and og fótleggi. Já, og hann fættist svona. And he was born like this. Og hann fættist með sjúkdóm. Þannig að hann ekki með armleggi og fótleggi eins og við. So he doesn't have hands and feet like we do. En það sem sérstakt við þennan mann að það ægilega mikill lífskraftur í honum. Well, what's special about this man is that he is filled with energy of life. Og hann meira segja, hann getur hreyft sig svona, farið og lappað og hann getur meira segja keyrt bíl, hann getur synt. He can move around, he knows how to swim, he can drive a car. Hann ofsalega duglegur. Yeah, he is really hardworking. Og hann fer og að tala við ungt fólk og meira segja að tala Guð. Hann kristinn. He goes around, he speaks with people, he's a Christian, he speaks about God. Og hann á konu og líka börn. He has a wife, he has children. En haldið þið að lífið sé auðvelt fyrir hann? But do you think life is easy for him? Nei. No. Það ekki mjög erfitt. Must be very difficult. Já, ég ekki með hendur og fætur eins og þið. He says, yeah, I don't have hands and feet like you. En vegna þess að það svo mikið lífskraftur í honum og lífsorka, because he has so much energy of life, þá hann innblástur fyrir marga. He is an inspiration for many people. Þegar við stundum förum gegnum erfiðleika, það ekki? Because we many times go through difficulties. Stundum lífið erfitt. Sometimes life is difficult. Og við förum gegnum erfiðleika og raunir. We go through difficulties. Og þá getum við munað einmitt eftir honum Nick. And then we can remember this. Ef hann getur verið svona duglegur án þess að hafa fændur og fætur, þá get ég líka straukað í gegnum mína erfiðleika. This man, if he can go through his difficulties, then I can go through my difficulties. Og þess vegna hann innblástur. Og ég ætla í dag, krakkar, að tala það að vera innblástur fyrir aðra. Well, therefore, he is an inspiration for us. And today, kids, we're going to speak about being inspired for others. Þannig að hlustu á ræðuna mína á eftir. So you should listen to the sermon that I'm going to preach. Takk fyrir. Thank you. Kitty var að tala að hafa þig hérna. Og mig hérna. Vantar. Já, ok. Já, komið blessu sæl og gleðilegan hvíldardag. Happy Sabbath. Nice to meet you. Í ritningaversunu þá lásum við sögu sem í Jóhannes Guðspjalli. In the Bible we read from Gospel of John, a story. Og þetta mínu að dálítið skemmtileg saga. This is a very interesting story. Hún gefur okkur dálítið svona innsýn í hvernig umhverfi Kristu var í þegar hann var að boða. It gives us like an understanding on and what kind of an environment Jesus was in while he was preaching. Sumir trúðu honum, aðrir ekki, aðrir voru efins. Some believed in him, others doubted him. Og sem svona dálítið svipað og við upplifum þegar við erum að boða.
And that's something that we also experiment when we are preaching. Við höldum stundum og erum kannski verðum fyrir vonbrigðum þegar við segjum og fólk trúir okkur ekki. Sometimes we get discouraged when we tell about God and people don't believe in what we are saying. En Kristur virðist hafa upplifað þetta sama. But Christ seems to have experienced this also. En í þessari sögu þá geti ímyndið okkur það hópur farisea. But in this story we can imagine that there is a group of Pharisees. Og þeir vilja handsama Jesú. And they want to arrest Jesus. Hann farin að hafa allt og mikla áhrif á þeirra svona umhverfi. He has started to have too much influence on their environment. En þeir fóru ekki alveg að fara sjálfur, þannig að þeir senda hóp af einhverjum þjónum. They don't dare to go and arrest themselves, so they send some other people to do it. Og þeir farið og handsami mann. Go and arrest him. Og þessi menn fara og þeir geta ímyndið okkur og þeir mæta á staðinn og þeir í staðins að handsama hann strax þá stoppa þeir aðeins og hlusta á hann. They go and they stop and instead of arresting him immediately start listening to him. Svo allt innu þeir bara farnir að líka við það sem hann segir. And then suddenly they kind of start liking what he's saying. Og hlusta og bara stoppa og gleyma bara að þeir eru þarna til þess að handsama. And just to listen and they forget that they're supposed to arrest him. Og svo allt innu þeir bara farnir að trúa á það sem hann segir og eru bara einblásnir og fara bara tilbaka án þess að gera það sem átt að gera. And they start being inspired by him and admire him and they just go back without arresting him. Og farisæarnir spyrja sig, býtu, hvar Jesus? Þið ekki búin að handsama hann? And the Pharisees ask, where is Jesus? Didn't you arrest him? Og þeir svara í vers 46, 7. kapla. And they answer in 7th chapter, what verse? 46. 46, John. Aldrei hefur nokkur maður talað þannig. The officers answered, never man spake like this man. Greinilega undir áhrifum og innblásnir af orðum Jesú. Obviously inspired by the words of Jesus. Og ekki bara nóg með það, að þá fara náttúrulega farisæarnir að panika og býtu, þið voru með okkur í liði og núna eru þið með honum í liði. And then the Pharisees start panicking and say, hey, you're on his side and you used to be on our side. Og svo spyr hæsti presturinn þarna, og eru einhvern kannski af ykkur líka farisæjum hérna sem eru farnir að fara yfir í hans lið? And the high priest also asked, is anyone here also that is gone on his side? Og þá stendur nefnir Nikodemus upp og segir, já, við verðum handsaman að segja, myndi lögmál vort dæma mann nema hann sé yfirheyrður áður og að því komist hvað hann hefur aðhafast. Then Nicodemus even stands up and says, does our law judge any man before it hear him and know what he has done? Þannig greinilega þarna var farisei sem var líka innblásinn af orðum Jesú. And there we had a Pharisee that was also inspired by the words of Jesus. Þannig að Jesús hafði greinilega áhrif á fólki. It was obvious that Jesus had an impact on the people frá mismunandi hópum. from all sorts of groups. Og í dag vildi ég aðeins tala innblástur. And today I wanted to talk about being inspired. Að hvetja einhvern, það svona ytri afl, það svona sem ýtir. To encourage someone is like a force that pushes. En innblástur eitthvað sem kemur innanfrá. But to be inspired is something that comes from within. Og það, þegar við hugsum út í bólunu og þegar við hugsum út í að hafa áhrif, when we are talking about preaching and doing mission, then þá það þetta sem við viljum ná. That is what we want. Að fólk sé innblásið. That they are inspired. Þá ertu komið með ekki bara fylgjendur. Then you don't only have followers. Heldur ertu með búin að búa til leiðtoga. You have created leaders. Og
Og það held ég það sem við viljum gera, And that is what sem we kirkja, want as a church, að veita öðrum innblástur. to inspire people. Og það var dálítið áhugaverð rannsókn hérna fyrir nokkrum árum There was a very interesting survey that was made, rannsókn. fyrir það sem heitir Bain & Company, Og hvernig sem var rannsókn á ensku? Research, Research, já. Pool, Gallup og svona. Og þau komust að því, þetta voru 2000 manns í þessari rannsókn, There were 2,000 people that participated. og þau komust að því að það allavega svona 33 eiginleikar í fólki They discovered that there were 33 eiginleikar, svona characteristics characteristics, positive characteristics sem geta veitt öðrum innblástur. in people that can inspire others. Og það líka, það kom í ljós að fólk afkastar tvöfalt meira ef að það innblásið And people can do double their effort if they are inspired. Já, frekar en að vera bara sem ánægt með eitthvað. Instead of being just happy with something. Þannig ef þú ert til dæmis með fyrirtæki, So if you have a Og- company fólki líður vel í fyrirtækinu, and people are happy in the það mun company, afkasta eitthvað ákveðið, they will be able to produce something. en ef fólki innblásið, But if they are inspired, þá myndu sjá tvöfalt meira afkast. we would see double the effect. Og hérna, Tómas, ég með eina glæru hérna sem ég vil, hérna, There's a slide that we want to see Já, here. mun ég bara segja, já, það þessi. This Ég one. aldrei lítið, hérna, ég sá kannski ekki vel það sem stendur, en þetta eru þessi 33 eiginleikar. These are the 33 Þetta lesa characteristics. bara stutt yfir, þú getur kannski lesið með mig, ég er með orðin á, nei, það er ekki þessi, Oh, okay. það er bara hérna. En til dæmis, í þessum kassa þarna, developing inner resources, eða efla svona innri kraft, In that box over there to your left, og þar eru nokkrir eiginleikar, til dæmis streituþol, where we have stress tolerance. fólk sem þolir vel streitu, það er innblástur. People that tolerate stress, Fólk that's með- inspirement. Tilfinningalega sjálfsvitund og greind, Emotional self-awareness, sveigjanleika, flexibility, sjálfstæði, independence, tilfinningalega tjáning, emotional svona- expression, sjálfsvirðing, self-regard, sjálfsþroski eða þessi sem getur skuldbindur sig við að bæta sig. Það er frábær eiginleiki, self-actualization self-actualization, og bjartsýni. being optimistic. Þetta eru eiginleikar einmitt sem geta veitt öðrum innblástur. These are characteristics that can inspire others with inspiration. Og svo hérna setting the tone, það er svona að setja tónin, það er til dæmis heimsmynd, fólk með sterka heimsmynd, heimssýn, People that have a strong worldview, hreinskilni, openness, sá sem svona deilir metnaði og svona, já, lífskrafti, shared ambition, einhver sem fylgir eftir heiðarleiki og sýnir samræmi í verki, follow through, óeigingjarn, unselfishness, einhver sem verðlauna eða aðra fyrir góðan árangur, recognition, viðurkenning, ábyrgð responsibility, og fólk líka sem sýnir jafnvægi. balance, Það eru nokkru svona góðir eiginleikar. Og svo er hérna í rammanum connecting with others hérna, and then in this að corner, tengjast öðrum, to the right, connecting with others, lífskraftur, vitality, auðmýkt, humility, samkennd empathy, og að vera uppbyggjandi development, og að geta hlustað, listening, tjáningarkraftur expressiveness, og ákveðni assertiveness, og líka, það eru sumir sem líka alltaf að leita af hlutum sem sameina. commonality. Það eru sterkir eiginleikar. These are strong Og characteristics. svo í kassanum hérna, And this box over að here. leiða teimi, Leading the team,
þá til dæmis að hafa sýn, vision, einbeiting, fókus to be focused, og stefnu have a direction, og eflingu, empowerment, valdeflingu og svo samsköpun að treysta öðrum. co-creation, Líka, to ef þú trust ert með others. teymi, að þú ert leiðtoginn, að þú treystir þínu starfsfólki fyrir verkefnum. If you're a leader, you need to trust the Það people. mjög mikilvægt. Og samhljómur, að geta laga vandamál Harmony, og svo þjónandi forystu servanthood, og svo líka styrta aðeins sá sem sponsora aðra. sponsorship, Hann að styrkja hinn og þessa. someone that sponsors others. Þannig að þetta eru ýmsir eiginleikar sem komum fram með þessari rannsókn. These are characteristics that came out in this survey. Og svo komum líka í ljós að fólk sem bara með 3 eða 4 af þessum eiginleikum í þeirri stöðu að vera innblástur. And then people that only had like 3 or 4 of these characteristics, they were actually inspiring people. Því oft þegar við hugsum út í innblástur, hugsum við út í menn eins og Martin Luther King sem geta haldið flotta ræður. I have a dream. Many people think that people like Martin Luther King, they are inspiring because they can have good speeches, and he preached, I have a dream. Eða var ekki William Wallace í Braveheart? Or William Wallace from Scotland in the movie Braveheart. Já, þannig oft ímyndum við okkur fólk sem veitir öðrum einblástur. And that is how we think of people that inspire other En people. samkvæmt þessari rannsókn þá kemur ljós að við öll höfum eiginlega eitthvað af þessum eiginleikum But og as getum verið öðrum einblástur. As we can see in this survey, we all can be inspiring people. Og það sem kom eiginlega líka fram, ef þið sjáu hérna rauði punkturinn hérna í And miðjunni, also, if you see the red dot in the middle, þetta virtist vera svona sem kom oftast fram this is what came forth the most of the time. og það kallað þarna centeredness. Centeredness. Og það svona dálítið erfitt að þýða þetta, en það svona fólk sem sýnir ákveðin innri stöðuleika People that have an inner stability og sem fólk sem sýnir einlægan áhuga á öðru fólki and have a sincere interest in other people. Svona fullkomlega til staðar því að það í samskiptum And totally is there for people. og fer ekki í manngreinarálit. And is not differentiating between people. Það ef maður hugsar út, gríðarlega sterkur eiginleiki að geta verið að sýna fólki einlægan áhuga This is a very important og vera til characteristic. staðar To have interest in people and be there for them. og sýna líka ákveðin innri stöðuleika. And be stable within. Og svo líka hægt að heimfara þetta centeredness yfir svona dálítið stærra svið. And we can take centeredness and put it over a broader spectrum. Svona sem leiðtoga hæfileika. As a good thing for a leader. Fyrir stofnun til dæmis líka að hafa góð gildi að leiðarljósi. To have good values. Að vera fylltur tilgangi. To be filled with purpose. Að brenna fyrir málstaðnum. To have a great longing for the málstaður. Mission. For the mission. Og sína öryggi. And be secure. Og andstæður yrðu þá óöryggi. And what is against is instability. Óstöðuleiki. Og vera óútreiknanlegur. And difficult to calculate. Og líka upptekinn af sjálfum sér. And be obsessed with yourself. Það þessar andstæður. These are the contradictions. Þannig að óstöður leiðtogi skapar óstöðuga leiðtoga. So instability makes an insecure leader. Þannig að mér fannst þetta áhugavert og hérna eitthvað sem við sem kirkja getum nýtt okkur að hugsa út í þessa þætti, hvernig getum við haft áhrif. I thought this was interesting and we could use these things as a church. Og það eru nokkrar svona setningar sem hafa áhrif á mig nýlega sem ég hlustaði, sem veittu mér innblástur.
There were some sentences that I Og- read that inspired me. Og þegar við veitum fólki innblástu, þá erum við einhvern veginn að gefa fólki fullvissu það að það tilheyri einhverju sem æðra og stærra en við. When we inspire people, we're trying to convince them that we belong to something much bigger than ourselves. Og það munurinn á að stjórna einhverjum That's the difference between controlling someone og að veita þeim innblástur. or give them an inspiration. Þú ert að gefa þeim einmitt þessa fullvissu að þau tilheyra einhverju miklu æðra og stærra en eitthvað sem við sjálf erum. You are giving them this inspiration that we belong to something much Menna bigger than us. Oft líka í sem leiðtogar þá stundum hefur tilningu til þess að mynda að reyna að stjórna fólki, Yeah, til þess að vera eins og við. many times when we're leaders, we try to control people so that they will be like us. En þegar við veitum fólki innblástu, þá erum við einmitt gefa fólki þetta frelsi til þess að vera það sjálf. But when we inspire, we give people the freedom to be En themselves. Samt eftir búin að gefa þeim einhverja fullvissu að það tilheyri einhverju æðra og stærra. And yet you're giving them this sensation that they belong to something bigger. En ein setning sem veitti mér innblástur daginn, það var þessi. There was one sentence that inspired me. Við erum ekki andlegir neytendur, heldur andlegir gjafar. We are not spiritual consumers, we are spiritual contributors. Og það dálítið algengt að við komum í kirkju því að við viljum fá eitthvað. It's many times that we come to church because we want to receive something. Og það mjög mikilvægt að tilheyra samfélagi og koma í kirkju. Yes, it's very important to belong and En to come það to church. gríðarlega mikilvægt að við áttum okkur á því að við erum ekki bara andlegir neytendur. It's very important to understand that we are not only spiritual consumers. Við erum andlegir gjafar, við erum þeir sem að gefa. We are spiritual contributors. We are someone in the world that give. Og þá næsta setning, hún í þessari átt líka, kirkjan ekki til fyrir okkur, heldur erum við kirkjan og við erum til fyrir heiminn. The church does not exist for us, but we are the church and we exist for the world. Og auðvitað kirkjan samfélag og við hjálpum stað og hjálpum hvort öðru. Yeah, the church is a community and yes, we help each other. En bara hafa þetta hugafar, ég kirkjan, hvar sem It's very good to have this mentality. We are the church og wherever we are. við erum til fyrir heiminn. We are here, we exist because of the world. Og önnur setning hérna, við gerum hvað sem til að ná til fólks og kynna fagnaðarerindið. We will do any sort out of thing to reach people for Christ and we will do things no one wants to do. Og við gerum, hluti sem aðrir gera ekki. Þetta svona ákveðin afstaða. Ég hérna til þess að þjóna This is a certain og hafa áhrif. attitude. I'm here to be for others. Við byggjum ekki bara kirkjur, heldur við fyllum himnaríki. We are not just building churches, but we are filling heaven. Og það einmitt að sjá okkar hlutverki í þessu stærra samhengi. It's very important to look at our role in a bigger picture. Hvað komast margir í þessa kirkju? How many would be able to come into this church? Og við erum miklu fleiri hérna á Íslandi, ekki satt? We are so many here in Iceland, much more than Þannig we við are erum allstar. here. Ef við ímyndum einhvern svona skala frá 1 til 10. If we are everywhere, if you have a scale from 1 to 10, 10 segjum sig manneskja sem búið að gefa líf sitt Jésu Krist og segjum búin að taka við fagnaðarerindinu og orðið Kristi. and 10 is a person that has received the gospel and has been Sem baptized, kannski búin að skýrast inn í söfnuðin. maybe eitthvað svoleiðis. baptized into the church. En fólk allstaðar á þessum skala. But people are everywhere in this scale. Og ímyndið ykkur að þið mæti einhverjum sem á númer 2. Imagine if you meet someone that is in the scale number 2. Eftir að hafa hitt þig, þá hann allt í einu komin í 3. After having met you, now is in Hann the ekki scale komin 3. upp í 10, It's not in 10, en hann komin upp í 3. but he has reached number 3. Og þú hittir einhvern annan sem númer 5, And then you meet someone that is in 5, hann fer upp í 7 eftir að hafa hitt þig. goes up to 7 after meeting you. Og hugsanlega, ef að Kristi kæmi bara á morgun, And maybe if Jesus would come back tomorrow, væri þessi einstaklingur þar. then that individual would be there. Þannig að það þessi hugsunarháttur, This að við mentality. allstað þar sem við hittum fólk, þá erum við að færa fólki
einhver staðar í þessum þrep. So that's Upp á við, ekki niður á við. that's a mentality. Wherever we are moving people up and closer to God, not downwards. Þannig við erum að fylla himnaríki þó að við séum ekki að fylla kirkjuna. So that we are filling heaven even though we're not filling the church. En auðvitað ef við erum í þessum hugsunahætti að starfa svona, þá erum við líka að fylla kirkjuna. And if we have this mentality, we are going to be filling the church also. Og við hugsum stórt, við tökum áhættur sem enginn vill taka, við munum aldrei móðga Guð með já, ég sé ég er með þýðingu hérna. We are big thinking, risk takers. We will never insult God with small thinking or safe Small living. thinking, lítil mennsku. Það er ekki alveg orðið þarna. En já, en við tökum áhættur fyrir fagnaðarendi. So we take risks for the gospel. En það er þetta, ástríða, hún breytir vinnu í köllun. So passion transforms a job into a calling. Og hvaða starf sem það getur verið öll þau störf sem þið sinnið. Whatever job Ef það er ástríða, you are doing. að þá getur breytt þessari vinnu í köllun. If there's passion, your job can become a calling. Og þegar ég hugsa út í Biblíuna, And when I think about the Bible, þá Biblían, hún skrifuð þannig. the Bible is written like that, Það veit okkur innblástur, to inspire us. þessar sögur, These stories, reynslusögur. the stories of the life of people. Þetta ekki bara góð bók með góð ráð og spakmæli It's og not- einhverja leiðbeiningar. It's not only a good book with good, Þetta bók sem hann til þess að veita okkur innblástur. good advices, it's to inspire us. Til þess að við tökum Abraham If we think about Abraham, og reynum að finna einhverja svona eiginleika í honum. and we can find some qualities in Eins og hann him. tryggur, hann fókuseraður. He's faithful, he is focused. Jósef, Joseph, hann trúfastur, he's hann faithful. samkvæmur sjálfum sér og sínum gildum. He is faithful to his values. Og það það sem veitir okkur innblástur. That Við inspires vitum us. voða lítið Jósef, We know very little of him, en við sjáum þessa eiginleika í honum. but we see these qualities in him. Móses, And Moses, sín, þjónandi forystu. he is a servant, but a leader at the same time. Hann has a vision. Yeah. Já. Og Davíð, hann sýnir ákveðin sjálfsþroska þegar hann tekur við sínum mistugum. And David, he shows that Og- he is mature when he accepts his mistakes. Og Ester, samkennd, And Esther, sýndi samkennd. she is empathetic. No, I think Já, empathy. has empathy. Og ef við einblínum á Krist, And if we look at Jesus, hvernig var hann? Og ég ætla að lesa aðeins hérna úr þetta text eftir James Francis og heit One Solitary Life, skrifað 1963. here's a text written by James Allan Þetta Francis. bara svona laus þýðing, en fyrir meir en 2000 árum fættist sérstakur maður á yfirnáttúrulegan hátt. Á við að þýða þetta á sama tíma eða viltu lesa allt eða? Ég hef ekki gert þetta bara svona í bútum. Já, okay. More than 1900 years ago, there was a man born contrary to the law of life. Og þessi maður lifði í fátækt og var alinn upp sem almúa maður. This man lived in poverty and was reared in obscurity. Hann ferðaðist ekki mikið, He did not travel extensively. aðeins einu sinni fór hann yfir landamæri þess land sem hann bjó í. Only once did he cross the boundary of the country in which he lived. Og það var í útlegð í hans æsku. That was during his exile in childhood. Hann bjó hvorki yfir auðinni áhrifum. He possessed neither wealth nor influence. Ættingjar hans voru alþýðufólk His relatives were inconspicuous og höfðu hvorki hlotið þjálfun eða formulega menntun. and had neither training nor formal education. Sem kornabarn gerði hann konungi bylt við. In infancy, he startled a king. Í barnæsku sinni gerði hann lækna undrandi. In childhood, he puzzled doctors. Á fullorðinsárum gerði hann kraftaverk og stýrði náttúrulegumálum In manhood, he ruled the course of nature. og gekk á öldum sem þær væru gólflötur og lagði sjó.
walked upon the waves as pavement and hushed the sea to sleep. Hann læknaði mannfjöldan án lyfja og rukkaði ekki fyrir þjónustu sína. He healed the multitudes without medicine and made no charge for his service. Hann skrifaði aldrei bók, en líklega gætu þó öll bókasöfn heimsins ekki haldið utan alla þær bækur sem hafa verið skrifaðar hann. He never wrote a book, and yet perhaps all the libraries of the world could not hold the books that have been written about him. Hann samdi aldrei lag, en samt hefur hann skapað þema fyrir fleiri lög en allir lagahöfundarnir hafa gert samanlagt. He never wrote a song, and yet he has furnished the theme for more songs than all the songwriters combined. Hann stofnaði aldrei skóla, en allir skólar samanlagt geta þó ekki státað af því að hafa jafn marga nemendur og hann. He never founded a college, but all the schools put together cannot boast of having as many students. Hann leiddi aldrei her, né kallaði til hermenn eða skaut af byssu, en samt hefur engin annar leiðtogi notið fleiri sjálfboðaliða sem hafa samkvæmt boðskap hans fengið jafn marga uppreisnarmenn til að leggja niður vopn og gefast upp án þess að hleypa skoti af. He never marshaled an army, nor drafted a soldier, nor fired a gun, and yet no leader ever had more volunteers than him. Under his orders, more rebels stack arms and surrender without a shot fired. Hann hefur aldrei stundað geðlækningar, en þó hefur hann læknað fleiri brostin hjörtu en allir læknar nær og fjær. He never practiced psychiatry, and yet he has healed more broken hearts than all the doctors far and near. Og einu sinni í hverju viku fjölmenna söfnir og á samkomur til að tilbiðja hann og sýna honum lotningu. Once each week, multitudes congregate at worshiping assemblies to pay homage and respect to him. Og stórmenni fyrri tíma, höfðingjar Grikklands og Rómar hafa komið og farið. The names of the past, proud statements of Greece and Rome have come and gone. Nöfn fyrir tíma vísindamenn, heimspekinga og fræðimanna hafa komið og farið. The names of the past scientists, philosophers and theologians have come and gone. En nafn þessa manns verður stærra og stærra. But the name of this man multiplies more and more. Og þó 2000 ár séu liðin milli samtímamanna hans og þeirra sem smánuðu hans á krossinum. Though time has spread 1900 years between the people of this generation and the mockers at his crucifixion, Lifir hann enn. he still lives. Óvinir hans gátu ekki tortímt honum og gröfin gat ekki haldið honum. His enemies could not destroy him, Hann stendur á hæsta tindi himneska dýrðar. and the grave could not hold him. He stands forth upon the highest pinnacle of heavenly glory, Kunngjörður af Guði, proclaimed of God, kunngjörður af englum, acknowledged by angels, dýrkaður af heilögum adored by saints, og óttaður af djöflum, feared by devils, sem hinn uppreisni as the risen Kristur drottinn vor og frelsari. personal Christ our Lord and Savior. Við stundum heldum að til þess að hafa áhrif þá þurfum við peninga. Sometimes we think that if we want to have an influence, we need money Eða hafa fæst við ríkidæmi, or be born rich eða við séum menntuð, or be educated bestu skólum heims, in the best schools of the world eða vera klætt í nýjustu tísku, or be dressed in the newest fashion eða með nýjustu hárgreiðslu. or with the newest hairdo. En við sjáum í lífi Jesú Krists But we can see in the life of Jesus það sem hann hafði að vopni that what he had as a weapon var einmitt allt annað. was something else. Hann sýndi fólki einlægan áhuga He showed people an interest that was sincere, með óstöðvandi þjónustu. and he served constantly. Í Matthews og Guðspjalli 20. kapla 28. vers og segir eins og mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, In Matthew it says, the Son of Man has not come here to be served,
heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnagjalds fyrir marga. but to serve and give his life as a ransom for many. Menn hélt að hann myndi koma og frelsa menn á einhvern veraldlegan hátt. People thought that he would come here to deliver people in some earthly way, Og hann kemur en þjónar. but he comes and serves. Og við getum öll þjónað. We can all serve. Ég myndi hvernig þið getið þjónað. Can you imagine how you can serve? Á heimilinu, At home, inn í ykkar starfsumhverfi, in your work, í kirkju. in the church. Það ýmislegt hægt að gera. Many things that we can do. En í Kristi finnum við fullkomna fyrirmynd But we og can- innblástur. We can find an inspiration Við in finnum öll Christ þau ráð og heilindi sem við þurfum. and all the advice that we need. Og vin sem hefur einlegan áhuga á okkur. And a friend that is sincerely interested in us. Með við finna innblástur í ritningunni. May we be inspired by the Bible. Með við vera innblástur fyrir aðra. May we be an inspiration to others. Og sérstaklega með við þjóna og vera ljós eins og Jesús. And especially may we be servants and light for others as Jesus was. Með Guð bless ykkur. May God bless you. Amen. Já, mikilvægt að hugsa hvað við erum að gera og við erum kannski ómeðvitað að vera innblástur fyrir aðra, svo við þurfum að passa okkur með það. En núna ætlum við að fara að syngja lokasalm sem númer fyrirgefið númer 12a. Amen.
rísa á fætur. Það lesa hérna úr Júdasarbréfi. 24. vers, en honum sem megnar að varveita yður frá hrösun og láti yður koma fram fyrir dýr sína, litalausa í fögnuði, einum Guði sem frelsar oss fyrir Jesú Krist, drotti vor sé dýrð, hátign, máttur og vald fyrir allar aldir, nú og allar aldir. Amen. Já, þegar við vorum að syngja þarna síðasta sálminn, ég held að það væri lagið þarna, hvað heitir það? Ég var bara eitthvað, erum við að syngja rangala? En nei, þetta var rétt lag, en hljómaði eða mjög svipað, þannig að alls er glaður. Tilkynningar, já, eins og þið kannski viti, Líknarfélagið Alfa er að safna til að gleðja fólk jólin og þarna eru bankareikningar sem þið getið lagt og þeir gera eitthvað fyrir fólk sem hefur lítið fyrir hendur. Og já, þarna kemur sama tilkynning. Já, eins og stendur þarna, mikil fjöldi hefur leitað til okkar eftir aðstoð fyrir jólin og allar peningagjafir fara beint í kaup bónuskortum fyrir efnalitlar fjölskyldur. Og þarna er bankanúmerið og kennitala. Einhverja aðra tilkynningar? Ég meina. Já. Næstkomandi laugardag þá verður heiðursveiting í kirkjunni í Reykjavík á landkönnu og það eru nokkrir duglegir landkönnur sem eru búin að vera vinna sér svona dugnaðarmerki og munum fá þau og svo eru þeir líka með tónlistaratri en þetta er svona smá bara kapli í guðþjónustunni, svona heiðursveiting sem við höfum sem þá er skipulagt af landkönnu en það er þá núna næstkomandi laugardag. Svo er 4. desember sunnudaginn þá er fundur í Suðurliðaskóla klukkan 10 á landkönnu. Já, 4. desember, sunnudaginn, þá er fundur í Suðurliðaskóla klukkan 10 á landkönnu. 4. desember, sunnudaginn, þá er fundur í Suðurliðaskóla klukkan 10 á landkönnu. 4. desember, sunnudaginn, þá er fundur í Suðurliðaskóla klukkan 10 á landkönnu.
Aðra hjálparmiðstöð í Keflavík, já, eins og þið kannski vitið, aðra að hjálpa fólk, flóttamenn í Keflavík á mánudag og miðvikudaga frá 6 til 8 og þeir eru það að taka á móti föt og dót sem annað fólk getur nýtt en hugsum að líka að gefa eitthvað sem hægt að nota í einhverju tíma. Við viljum ekki gefa aðra fólk okkar rusl. Já, og svo núna Hvíldardalsskóli og það eru hópar, þið vitið hvar þeir eru. Og já, takk fyrir mig og gleðilegan Hvíldardag.